daginn, Sigurður heiti ég, kallaði Simmi. Ég vil nefna mjög viðkvæmt mál og það einelti. Sjálfur veit ég hvernig að vera þolandi og þolandi eineltis og vill ég bara fræða fólki að þetta algjör viðbjóður. Það fylgir margt því að vera þolandi eineltis, til dæmis vanlíðan og sjálfseyðingarhvöt. Maður íhugar að fremja sjálfsmorð, láta sig bara hverfa af yfirborði jarðar og þetta mjög alvarlegt mál sem fólk ætti aðeins að hugsa út og líta í eigin barm, hugsa var ég þolandi eða var ég gerandi? Oftast í flestum tilfellum gerandinn með vinnumáttakennd, öfundar einstakling sem hann að leggja einelti eða hreinlega hræddur. Ég hef rætt við marga þolendur og rætt við marga gerendur í gegnum tíðina og hefur maður heyrt alveg hræðilega sögur, bæði frá þolendum og gerendum. Þá skiptir mestu máli að þjóðin, bara fólkið, standi saman í eina heild og reynum að uppræta þessum þjóðar sjúkdóm. Þetta ekkert bara hérna á Íslandi, þetta út allan heim og þetta alveg því miður mjög algengt alls staðar, í bæði grunnskólum, fjölskyldum, vinnustöðum og margt meira. Ég hef þurft að þola einelti í rosalega mörg ár, alveg frá nánast 6 ára aldri og þangað til ég var komin töluvert yfir tvítugt. En ég lét það ekkert stoppa mig og sjálfur hef ég íhugað sjálfsvíg og ýmsan hátt og var með sjálfseyðingarhvöt, vanlíðan. Mér leið rosalega illa mörg ár, faldi mig eiginlega bak við grímu sem ég bjó til bara til að persónuleika til að fela hver ég var eiginlega, fela sorgina. Ég sem sagt tók vitlaust spor í lífinu líka, flæktist inn í fíkniefnaneyslu og því miður of mikið ungu fólki sem verið að leggja einelti, ekkert bara ungt fólk, heldur líka bara eldra fólk. Og þá spyr ég oft sjálfa mig og hugsa til þeirra sem eru gerendur. Viljið þið vera með blóð annar á ykkar höndum? Ef einhver fer að fyrirfara sér það einelti, þá sá gerandi með blóð þann sem fyrirfara sér á sínum höndum. Og viljið þið sem gerendur hafa það á samviskunni að þið voru valdur því að einhver tók sitt líf, hvatti fjölskyldun sína, foreldra sína, og það vill enginn foreldri þurfa að grafa barnið sitt. Og held ég bara hræðsla hjá öllum foreldrum að þurfa að grafa sitt eigið barn út af einhverju svona. Og þess vegna finnst mér að fólk ætti að standa saman og ræða hlutina með sínum börnum. Og bara spyrja börnin ykkar og hafa alveg hreinskilið svar. Þið að leggja einhvern í einelti eða verið að leggja þig í einelti? Það kostar ekkert að spyrja. Eina sem það kostar að bjarga. Já, það náttúrulega kostar, en það kostar að bjarga mannslífi. Það kostar að uppræta þessum sjúkdóm. Ef maður orða þannig sjúkdómur. Og
sjálfur fyrirlít ég einhaldi og reyni að stöðva allt það sem ég hef séð eða verð vitni af. Svo mér finnst bara að fólk ætti að standa saman. Skólayfirvöld ætti að ræða við nemendur sínum miklu meira, fræða krakka afleiðingar einheldis. En sem sagt, fyrir nokkrum árum síðan stofnaði ég umræðuhóp á Akureyri sem hét Átak gegn einelti á Akureyri og fórum við mjög vel af stað. Og mikil umræða þar að ég gangi afleiðingar einheldis og svona hitt og fólk var að spyrjast út í hlutina. Og eftir það þá svona fóru að spretta margir hópar út frá því að svona umræðuhópar og átakshópar. Ég myndi ekki vilja hafa blóð annarra á mínum höndum og minni samvisku. Og ég held að vilji það enginn. Svo ég biðla til foreldra að ræða við börnin ykkar, leyfum að horfa á þetta myndband ef þið sjá þetta og spyrjið bara: er þið þolendur eða eru þið gerendur? Og ef það sé þolendur þá reynir hann að forðast spurninguna. Ég gerði það. Já. Bara stöndum saman. Stöðum þetta. Og ég bara þakka fyrir mig.